Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig þið skyggið svona í grófum dráttum þrívíðu grunnformin 5. Og þau munið að þau eru sem sagt kassi, kúla, sívalningur, keila og píramídi. Og þarna nýtið þið aðferðina sem að þið voruð að æfa í verkefni 2. Þar sem þið unnuð inn í reiti ákveðnar skyggingar og sá ysti var dekstur. Svo kom næsta skyggingastig og svo koll að kolli. Þannig við sáum alltaf þennan miklan mun í stökkunum. Þið ætlaði að nota þessa aðferð við að skyggja þrívíðu formin og núna ætlaði svona að vinna í því að láta þessi stig renna meira saman. Ok, þegar við skyggjum þessi form, ætla ég að byrja bara hérna á sívalningnum. Það er svo gott að hérna taka hans sem dæmi nákvæmlega þessa skyggingu. Og við erum með hann hérna og hann er samsettur úr ferningi og hringjum sem að virka eins og spóriskjur af því að við ætlum að hafa þannig sjónarhorn á þessu. Og ég ætla að ímynda mér að ljósi skíni hér svona ofan á og á ská. Þá, af því þetta er ferningur hérna með beinar línur, þá ætla ég að setja hérna ljósar línur og skipta þessu upp í þessi hólf. Og þið megið nota svona línur þegar þið eru að vinna verkefnið, en þið megið líka bara ímynda ykkur þar ef það dugar ykkur. Það því þegar ljósið kemur hérna, þá er þetta hérna hólf, ysta, lang dekst. Og það virkar þá svona, og svo kemur næsta. Og því að náttúrulega ég bara vinna þetta hratt til að gera sínushodn. Þannig að þið gerir þetta náttúrulega miklu betur. Og hérna þessi gaur. Og svo svona. Og svo endar það hérna í hvítu. Svo ætlið að freista þess núna að láta þessi skil hérna hverfa að mestu leyti. Og fá út eitthvað ægilega fínt. Ef að þetta væri hólkur sem er opinn eins og klósettrúla eða eitthvað slíkt, þá gerist akkurat þveröfugt hérna ofan í. Það heldur áfram sama hólfaskiptingin, en hér skyggir hólkurinn á sjálfan sig, þannig að það gerist svona. Þá förum við að sjá dýptina hér. Þannig að cirka bát svona getum við unnið í því að skyggja sívalning. Tökum keiluna næst. Hún er líka svona mjúkt form og hún byggist á þríhyrningi og hringi og það er einhvern veginn svona í laginu. Og núna þegar þið ætlið að setja niður skyggingar hjálparlínurnar, þá með þær ekki vera beinar. Því þríhyrningurinn, hann er með skálínur. Þá gerið þið hjálparlínurnar út frá toppnum og þetta verður svolítið svona svo sirkustjald. Margir, langir þríhyrningar út frá toppnum. Og ef ég myndi mér aftur bara að ljósið komi hérðan, þá skyggist þessi hérna þríhyrningur hjá mér. Svona, til að ná mér að sterkri blýant. Við fljótar að þessu. Og svo fer ég hérna í næsta. Þannig að þið sjáu það út frá toppnum. Og koll að kolli. Þangað til þetta endar hér alveg hvítt. Og svo vinna vel og þess áttar og þið látið náttúrulega prentuðu hjálparlínurnar hverfa og allt það. En þá eru þið komin með þennan feeling í keiluna. Tökum kúluna næst, líka svona mjúkt form. Og hún er náttúrulega bara búin til úr hringjum, þannig að það er voða gott þegar maður er að skissa hana,
bara gera létt svona, þá endar hún alltaf í einhvers konar hring. Og ég ætla bara að halda áfram og ímynda mér að ljósið komi hérðan. Þannig að einhvers þar hérna er highlightið á henni. Og að því hún er bara úr hringjum, þá eru hjálparlínurnar okkar líka hringlóttar og þær eru mjög þéttar hérna innbyrðis og svo víkkar hérna niður. Þannig að ef ég gera fast núna svo þið sjáu það betur, ég er hérna með sem sagt hring og hann, glampinn er hérna, þá er ég að gera hring eftir hring eftir hring, svona. Þannig að þú sjáu þið hjálparinnar hér að því ég er ekki viss hversu vel það sjást hér á vídeóinu, en þá áttið ykkur á hvað ég er að fara að fylla inn í núna hérna. Ég er að fara að fylla inn í ysta hérna þennan gaur. Og enn og aftur þið gerir þetta vel. Bara að sýna einhverjum helstu tæknina. Og svo fer ég hérna í næsta. Og næsta. Og alltaf verður það léttara og léttara. Alltaf léttara og léttara. Og muniði, leyfiði pappírnum að vera það hvítasta. Ekki lita, margir sem freista þess sérstaklega í kúlunni að skyggja rosalega fast alla leið eða skyggja rosalega fast alla leið hingað. Þannig að þetta verði einhvern veginn svona. Ekki gera það heldur. Heldur, dext yst og svo vinna sig hægt og rólega hingað upp að. Þangað til að það komið fínasta highlight þarna á þetta. Og þar ég sér, hafiði hvít, hafiði hvít. Það skiptir ótrúlega miklu máli. Þá ætlum við að fara í kassan sem er miklu harðara form. Og hérna, þegar við teklum kassa þá er hann bara úr ferningum, þannig að við getum gert svona til þess að fá það sem er réttasta. Og rosalega margir er í vandræðum með að tekla kassa af því það virkar svo einfalt líklega. Og allt og oft sjáum við kassana enda eitthvað á þennan veg. Við sleppum við þessa vitleysu, þar að segja þessi vísi þessa átt og þessi þessa átt. Ef við teiknum ferning og annan nákvæmlega eins, eitthvað aftar eftir hvað kassin á að vera stór og drögum horna á milli. Það fáum við þetta alveg hárrétt. En ok, aftur að hérna, þessum hérna gaur sem ég er með. Enn og aftur, ljósið kemur ykkur hér. Þá get ég alveg að hugsa með mér. Hérna liggur þessi og hann er langdekstur. Og ég læt skyggingalínurnar eða sjást á annað borð liggja annarkvort svona eins og þessar hér línur eða svona eins og lóðréttu línurnar. Og svo get ég hugsað með mér, þá er það næst þessi hérna, hann er medium skeiður, bara flatt, svona. Og þessi, hann væri þá lang ljósastur. Þetta er svona kannski einfaldasta nálgunin í þessu. En það má líka alveg leika sér með eins og kassan sko, þá að taka kannski aðeins svona, leika sér pínu, einhver hotséu, pínu dekkri og þess og þar. Og leika sér þá kannski aðeins líka með þetta hérna eitthvað. Þannig að þetta dansi svolítið svona og þetta fari alveg yfir í hvítt. Og þessu er eitthvað hvítt aðeins hérna. Þá fáum við svona highlight í þetta. Nú gróflega séð. Og píramídinn. Það getur til þess að vera ágætt bara í byrjun að teikna einhvern veginn svona. Þá er þetta hérna botnin á honum. Og þetta er semst bara allt úr þrýningum í þessu tilfelli. Og svo tek ég þessa hérna línu í burtu. Og þá er ég komið með einhvers konar píramída. Og ef að sólin kemur hérðan, þá get ég líka eins og með ferningin í stóra tillitinu gert bara einfallega svona. Hann er dökkur og muniði, hann er náttúrulega þrýtingur, þannig að hann skyggist svona. Ef við látum einhver áferð eða línur sjást, þá er hann að liggja dálítið svona á milli píramídans. Og svo getur þetta þá bara verið ljóst í stóra samhenginu. En eins með píramídan eins og ferningina, þá var gaman svo sem að leika sér kannski aðeins með eitthvað auka glampa eða skyggingar eða eitthvað slíkt.
ég minni enn og aftur kontrastana, hversu mikilvægt að nota þá. Þegar að formin varpa af sér skugga, eins og í þessu tilfelli, því að ljósi kemur einhvers staðar hérna, þá þetta einhvern veginn svona, og þá ótrúlega mikilvægt, þegar þið fara át að varpa skugga, að þið hafi smá svona, reflekt, eða svona endurskinn í botni formsins, þannig að þið getið sannarlega gert skuggan svolítið dökkan upp við formið, en það muni skera sig frá út af glampanum sem kemur í formið. Og svo bara spurning hversu hart ljósið. Mun skugginn á mjög dökkt alla leið út, eða mun skugginn líka hægt og rólega bara hreinlega feita út í eitthvað svona. Og það eins með bakgrunni, þegar ég fara að vinna bakgrunn til dæmis. Og við erum hérna með þessa keilu, og í forminu sjálfu, ef ég myndi til þess að hafa skugga hérna, þá myndi ég hafa, sjáðu þið, örlítið reflekt á keilunni til þess að hún poppi út. Og það sama myndi ég gera hérna við botninn á henni, ég myndi hafa pínu reflekt hérna í henni, svo að hún skeri sig úr. Þetta smá bara svona handavinna og dund, en ekkert að því. Og svona sem sagt skikki maður formin algjörlega í grunninn. Dökkt á móti ljósu. Stig af stigi frá hinu dekksta til hins ljósasta. Það svona grundvallardæmið.